þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur einmitt verið svona byggst upp á því að stýra hérna svona mestmegnis af lýðveldistímanum. En þið hafið orðið að einhverjum svona meðvirkum bleiðum gagnvart umræðinu sjálf ykkur. Og þetta á bæði við hérna landsmálin og líka borgarmálin. Sko, ég vil meina að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið í allt of mikilli vörn frá hruni og gefið öðrum of mikið tækifæri til þess að skilgreina okkur í stað þess að við skilgreinum okkur sjálf. Ég held þetta sé að snúast og þetta sé að breytast og ég nú svolítið að taka eftir því núna að nú eru aðrir flokkar að tilengja sér stefnu Sjálfstæðisflokksins í borgarmálum. Það er svolítið fyndið að fylgjast með því. Það eru nokkrir flokkar bara eiginlega búnir að taka upp stefnuskrá okkar í bara allri sinni dýrð. En þetta ekki sammála með að þið eru bara búin að vera á afturlöpunni? Mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn frá hruni hafa verið lítill í sér. En af hverju eru það? Ég held bara, ég bara skil það ekki og ég hef verið ósátt við það lengi. En finnst þér ekkert að þú er eitthvað þátt í því? Þú erum að vera lengi núna í borgarstjórn. Já, nei, mér finnst við ekkert hafa verið eitthvað sérstakri vörn, en mér finnst sko ýmislegt hafa gerst hins vegar á síðustu árum bara í þjóðfélagsumræðunni. Margt hefur breyst í þjóðfélagsumræðunni og ef ég tek til að mynda 2018 þegar ég er að koma inn fyrst, að þá eru gerða mælingar á því hvað brennur helsta fólki og veistu hvað var efst á blaði? Loftslagsmál voru það sem flestir í Reykjavík voru bara spá í og vildu bara heyra stjórnmálaflokkana tala um. Þetta bara kemst ekki að blaði í dag, núna 8 árum síðar. Þannig að svona breytist líka einhvern veginn takturinn í þjóðfélaginu og hvað það er sem skiptir fólk